Komið sæl og blessuð, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, heiður og ánægður að fara með ykkur. Þetta náttúrulega kannski svolítið öðruvísi í dag hjá okkur út af því að við erum náttúrulega að gera þetta sem livestreami en ekki í eigin persónu. Því miður þá er það bara þannig að kringumstæður leyfa það ekki okkur núna, en ég vona að við fáum að njóta saman smá tíma í orðið Guðs og ég vona að þú byggist upp og mér langar að biðja fyrir kannski áður en við förum inn í prédikunina, langar mig að biðja fyrir fólkinu sem er í kirkjun okkar, þannig að einhverjir að díla við COVID, margir í sóttkví okkur núna, aðrir sem er að gangi gennum erfiðan tíma og mér langar að biðja fyrir því fólki sem er á meðal okkur og líka fyrir okkur að við séum undirbúin fyrir Guðs orð núna þegar við hoppum út í það að þetta megi hafa áhrif á hvernig við hugsum og lifum, hvernig við horfum á kringumstæður sem að næsta vika hefur upp á að bjóða, að við megum elska vel og elska Guð, elska eins og Guð og leitast eftir því að fylgja honum hvert sem hann fer. Þannig að biðjum saman, heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir það tækifæri að fá að dvelja í þínu orði og ég bið Drottinn að þú sért með okkur, að þú varveitir okkur, þú undirbýr hjörtu okkar fyrir það sem að þitt orð hefur að segja. Drottinn, ég bið að móta hug okkar, móta hugsanir okkar, móta hvernig við lifum og af hverju við lifum, Drottinn. Geð okkur tilgang í öllu því sem við gerum, Drottinn. Ég bið fyrir þeim sem er að díla við COVID okkur núna, Drottinn, að þú bara mætir þeim og þú læknir, þú komir inn í aðstæður. Ég bið, Drottinn, að þessar kringustæður sem margir eru í sóttkví mætti ekki vera eitthvað sem að bara fólk hatar og sér bara leiðindi í, heldur mætti það á endanum vera þeim til góðs. Að vera bara tími þar sem fólk fara að eyða meiri tíma með þér, meiri tíma í bæn, meiri tíma í orðinu, meiri tíma í að þekka þig og njóta þín og bara njóta þess að vera með fjölskyldu sinni, Drottinn, þó að það sé erfitt að vera fastur inni svona lengi. Ég bið, Drottinn, að þú sért með þeim sem er að ganga gerum erfiða tíma og þú hjálpir okkur í dag, Drottinn, að horfa á all lífið með von, með þakklæti út af því að þú ert magnaður Guð sem við fáum að þjóna og ég bið, Drottinn, að hjálpa mér að tala út þitt orð og bara þitt orð því að þitt orð, það umturnar lífum, það umturnar samfélögum, það umturnar heiminum og við viljum að þú umturnir okkur og hvernig við hugsum, hvernig við höfum okkur, hvað við gerum og af hverju við gerum það. Ég bið, Drottinn, að veit okkur bara innsæi inn í þitt orð okkur núna og megi orð þitt, megi það hvetja okkur áfram, megi það leiðrétta okkur ef þess þarf, Drottinn, og megi við vera tilbúin að taka því að við vitum að þú ert góður Faðir sem elskar okkur. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, við erum að fara ekki inn í 1. Jóhannesarbréf og í dag þá erum við í 4. kafla í versum 13-21. Kannski við byrjum bara á því að lesa versin saman. Hér segir, og hann að því miður þá er það bara þannig í dag að ég er í sóttkví og við erum ekki með allan búnaðinn, þannig ég reyna að gera þetta sem best, við vona að hljóðið sé gott, ég vona að myndin sé allt í lagi og gæðin sé svona í lagi, en það er ekki allir myndavælubúnaðinir sem ég vildi hafa henni í dag, en þannig að ég vona að þetta virki, en við erum ekki með glærur því miður, þannig að ég vona að þið fyrirgefið það, þannig að ég vona að þið séu með bækur biblíur segja og biblíur í símanum ykkar eða hvað sem en við erum í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla versum 13-21 og ég les: Vér þekkjum að við erum stöðugir í honum og hann í okkur, af því að hann hefur gefið okkur af sínum anda. Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins og hver sem játar að Jesús sé Guðs sonur, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Með því er kærleikurinn orðinn fullkominn hjá okkur að við höfum djörfung á degi dómsins því að við erum í þessum heimi eins og hann er. Ótti er ekki í elskunni. Fullkominn elska rekur út ótta. Því að óttinn felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkominn í elskunni. Við elskum því að hann elskaði oss af fyrrabræði. Ef einhver segir, ég elska Guð og hatar bróður sinn, sá er lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn sem hann hefur séð, getur ekki elskað Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn. Amen. Það var einn morgun í seinustu viku þar sem var eiginlega bara svona ótrúlegur morgun að íslenskum staðli allavega. Það var dimmt úti og það er náttúrulega bara orðin vetur, en það var alveg logn. Ég fann ekki fyrir vindunum sem gerist eiginlega bara aldrei.
og ég labbaði og ég heyrði í fuglunum syngja og mér finnst það bara surrealist, mér leiði eins og ég var svona kvikmyndasetri eða eitthvað svoleiðis, þetta var bara svona, þetta var rosalegt. Allavega, ég var að labba og ég var að biðja og ég var að horfa á mánun, á tunglið og ég var að hugsa til þess út af því að sonur minn er búin að fókusa rosalega mikið á tunglið alltaf þegar hann fer í skólan og svona en ég byrjaði að pæla í þessum hlut í geiminum sem er bara, bara þarna er tunglið og ég byrjaði svona að ímynda mér hvernig þessar aðstæður væru ef ég væri ekki með bíla að keyra fram hjá mér og ljós að koma frá húsum og götuljós og annað eins og vitandi það að þarna er einhver steinn út í geimnum sem að veitir mér nægt ljós þannig að ef það væri ekkert annað ljós í kringum mig þá myndi ég samt sjá eitthvað og í raun fannst mér þetta svolítið ótrúlegt að ljósi frá tunglinu sem hafði verið nóg fyrir mig að sjá ef það voru enginn önnur götuljós eða eitthvað þannig bara út af því að það er þessi steinn út í geiminum sem endurspeglar ljós sólarinnar en hefur ekkert ljós í sjálfu sér það er bara út af að hann endurspeglar ljós sólarinnar og ég gat ekki annað en hugsa þetta sem svona myndlíkingu fyrir kristna lífið að við sem tunglið erum með þetta verkefni að endurspegla okkar við höfum ekkert ljós í okkur sjálfum við getum ekki búið til hita, við getum ekki gefið okkur líf eða viðhaldi lífi á jörðinni við erum sköpuð til að endurspegla og að eiga samband við Guð og aðeins þá getum við byrjað að gera það sem við erum sköpuð fyrir, að endurspegla hver Guð er til annara og kærleikan sem við fáum til annara. Við þurfum að fyrst og fremst að vera í ljósi hans til að endurspegla hann áfram til annara. Og Jóhannes er hér í 4. kaflanum en að dvelja á þessum þemum sem er kærleikan Guðs gagnvart okkur, kærleika okkar gagnvart Guði og kærleika okkar gagnvart hvort öðru og að dvelja í Guði. En mér langar að taka eftir því í 1. Jóhannesarbréfi í kafla 4 í versum 13-16 þá segir hann þetta. Við þekkjum að við erum stöðugir í honum og hann í okkur, af því að hann hefur gefið okkur af sínum anda. Við hefum séð og vitnum að Faðirinn hefur sendt soninn til að vera frelsari heimsins. Og hver sem játar að Jesús sé Guðs sonur í honum er Guðs stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikunum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Og hann, Jóhannes taka eftir því, hann er að skrifa til allra kristna einstaklinga. Þetta er ekki til einhver sérstaks hóps af kristnum einstaklingum sem hafa fengið anda Guðs en aðrir kristnir einstaklingar er ekki alveg búin að útskrifast úr svona byrjunastíðinu og er ennþá núpar í trúnni eða eitthvað svoleiðis, heldur en að tala til allra kristna einstaklinga og hann segir, svona vitum við að við erum stöðugir í honum og hann í okkur, að hann hefur gefið okkur af anda sínum. Þannig er hann að segja, ef þú ert kristinn einstaklingur, þá býr heilagur andi í þér og það er alls konar spurningar sem poppa upp eru sumir sem að lifa þannig lífum að þeir ganga þann veg eins og þeir nær heilugum anda og gera meira sem er innsigla af honum og gefið af honum svo sannarlega, ég held að það sé bara ofta sem sést að það eru margir sem að feta þau fótspor nær en líka þú veist er hægt að segja getur maður fylgst heilugum anda, ég held að maður sjáu það líka í reikningunum að það eru oft það sem að það talar að heilagur andi fylgdi þá og það gerist nokkru sinnum þannig ég held að þú getur gert það líka við getum verið að ræða hvernig það lítur út og hvað það þýðir eiginlega og allt það en það sem mér langar að highlighta hér í dag er einfallega þetta er rosalega lofur sem að Jóhannes er að segja okkur ef þú ert kristinn að núti að þá er heilagur andi Guð sjálfur er í þér að starfa í þér til þess að umbreyta þér til þess að sakfella synd, réttlæti dóm, til að sína hvað er rétt og hvað er ránt og til þess að hjálpa þér að líkjast Jesú Kristi, elska Jesú og elska eins og Jesú og hversu ótrúlegt það er að hafa þetta loforð að þú sem kristinn einstaklingur ert með Guð sem býr í þér og Jóhannes, það sem hann er að gera hana er að hann ber vitni að Guð Faðirinn gaf Guð sonurinn, það er að segja Jesús Kristur kom sem fórn í okkar stað og heilagur andi er nú gefin okkur og er í okkur. Þannig að í þessum 3 versum hérna í byrjum, versum 13-16, að þá sjáum við að hann er að tala alla þríeininguna að starfa til þess að sýna ást Guðs.
að við játum líka, þú veist, í versi 15 talar við játum að Jesús sonur Guðs og trúum á hann og þá hann í okkur. Þannig að með þess að játningunni sjáum við bara, ok, Guð sonur Guð sem þýðir að Jesús sonur Guð sem þýðir að hann sonurinn og Guð Guð faðirinn og heilagur andi í okkur. Þannig að það ótrúlegt bara þannig í þessum nokkrum versum þá sjáum við þríeininguna vera hluti af því að elska okkur. Og takk eftir því að við það að vera í Guði þá samtvinnar hann þessi konsept að Guð í okkur og við erum í Guði. Og ég held að séu margir sem vilja aðskila þessi konsept. Mér langar að vera í Guði, mér langar að vera fyrirgefin, mér langar að vera elskaður, mér langar ekki að elska, mér langar ekki að fylgja. Og það eru margir sem að horfa á kristna lífið svona að það vil endilega reyna að splitta á mismunandi viðhorf og reyna að hafa, lifa sínu lífi en samt taka allt það sem það vil fá frá Guði en samt ekki allt. En það sem að Jóhannes gerir hér í textanum í dag, hann að segja, nei, Guð í þér og þú ert í Guði. Það ekkit, þetta tveir fyrir einn, þú getur ekki aðskilja þetta. En þá erum við skilin eftir með spurninguna, hvað þýðir það að Guð sé í okkur? Og ef þið langar að vita meira þetta, þá eitt gott sem við getum lesið að lesa Jónas Guðspjall, í kapla 14 og 15. Og til þess að vita meira þetta, hvað þýðir það eiginlega að vera í Guði? En mér langar að hæla eitt vers í 15. kapla í versi 7, þá segir Jesú, ef þið eruð í mér og orð mín í ykkur. Þannig að ef þú ert með spurninguna, mér langar að vera í Guði, hvernig lítur það út? Ein leið til þess að vera í Guði að vera í orði hans og leyfa orði hans, ekki bara vera í því, heldur að leyfa því að vera í þér. Byrja að umbreyta þér, hvernig þú hugsar, hvernig þú talar. Og það er nákvæmlega það sem að Jóhannes á við hér í versunum okkar í dag, fyrsta Jóhannesbréfi, í 4. kapla. Til dæmis í versi 15, þegar talar að játa Jesú sem son Guðs. Hefur þú ekkert mann pælt í því til dæmis hvað þýðir eiginlega bara að játa? Hvað er það að játa? Það meira en að vita að eitthvað sé rétt og það meira en að vita að eitthvað sé ránt. Það meira en bara að vita hluti Guð og hvað hann segir og hvað rétt og hvað ránt, heldur að vera sammála því. Því að ef þú pælir aðeins í þessu, bara hvað veit djöfullinn til dæmis Guð? Hvað veit djöfullinn Jesú? Veit djöfullinn að Jesús sé sonur Guðs, gæti hann sagt, já, það satt, þessi setning sönn, Jesús Kristur sonur Guðs, svo sannlega veit djöfullinn það. Ef þú lest ekki Guðspjöllin, þá sérðu nánast alltaf þá það djöflanir sem skilja nákvæmlega hver Jesús á meðan Guðfræðingarnir og farisæðinir og saddukeðinir og jafnvel postulinir sjálfur skilja ekki enn hver Jesús Þannig að ef það væri bara að kunnátta og Guðfræði, að þá það djöflanir sem vita mun meira oft heldur en við. En hvað það sem að Jóhannes á við í versi 15 í dag þegar það segir að við játum Jesús sem son Guðs? Það þýðir að við erum ekki bara sammálaði við að þessi sé satt, þessi orð séu sönn, heldur ætlum við að lifa samkvæmt því. Við ætlum að játa það, við ætlum að eigna okkur það. Og þannig ég spyr mig og ég spyr okkur í dag, játum við Jesú sem son Guðs? Játum við Jesús sem ekki bara hver Guð heldur lifum við eins og við séum sammála því að Jesús Guð. Tökum við orðum hans það alvarlega. Og enn og eftir, ef við lesum aðeins vers 16 og 18, þá langar við aðeins að dvelja á þessari hugmynd að Guð elskar okkur. Því að þessi kærleikur Guðs, ef þú pælir í því, þá breytir hann öllu sem við gerum og ástæðan á baku öllu sem við gerum. Og eins og ég nefndi í seinustu viku, ef við vitum ekki af hverju við gerum allt það sem við gerum í kristna lífinu, að þá getum við mist marks á trúnni yfir höfuð. Og það eru ótrúlega margar kirkjur því miður sem að einblína bara á það að framkalla hegðunarbreytingu í fólki, ef maður orða það þannig.
Það er að segja, mér langar að þú breytir hvernig þú hagar, hvernig þú talar og hvernig þú berði og eitthvað svona, en gleymir algjörlega að pæla í af hverju þú átt að gera það og í rauninni að leitast eftir því að Guð umbreyti hjörtum okkar. Biblían talar að það aðal vandamálið þitt, ekki bara hegðunin, ytri hegðun sé helsta vandamálið þitt, heldur kemur ytri hegðunin út frá illu hjarta. Og það það sem að trú okkar snýst Ef þú einhvern tímann ætlar að fara bara að hugsa trúna sem hegðunarbreytingar og ætlar að fara að elska fólk meira og þjóna fólki meira, þá ertu kannski komið með bíl og það vél í bílnum, en þú ert ekki með eldsneytið sem berðig þangað sem þú vilt fara. Á einhverjum tímapunkti þá ætlar að hitta mannesku sem mjög erfitt að elska og þú hefur enga ástæðu til að elska. En svo það sem fagnaðarendi gerir, það sem Jesús Kristur gerir, þegar þú horfir á blóðugan krossinn, þú sér hvað hann hefur gert fyrir þig og hvað hann að gera fyrir þig, hvernig heilagur andi að starfa í þér og hvernig þolinmæði Guðs bar þig að krossinum sem syndari sem þú ert að frelsara að halda og hvernig þolinmæði Guðs ennþá með þér í kristna lífinu, þá hefur þú alltaf ástæðu til að sýna öðrum þolinmæði, alltaf ástæðu til að elska aðra þegar þú pælir í því hvernig Guð hefur elskað þig. Og mér langar að lesa þessi vers 16-18 í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla. Þar segir: Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Með því kærleikurinn orðinn fullkominn hjá okkur ef við höfum djörfung á degi dómsins, því að við vitum við erum í þessum heimi eins og hann Ótti ekki í elskunni. Fullkominn elska rekur út óttann. Amen. Því að óttinn felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkominn í elskunni. Og mér langar að við stoppum hér og mér langar að spyrja mjög einfalda spurningu. Fattar þú að Guð elskar þig? Skilur þú að Guð elskar þig? Ef þú ert eins og ég, þú ert kannski einstaklingur sem hefur gaman að því að vera að fræðast alls konar hugmyndafræðilegar spurningar Guðfræði og annað eins og þú ert kannski að hugsa þetta sem svona koncept oft. Skilur þú að kærleikur Guðs raunverulegur og ekki bara koncept og ekki bara hugmyndafræðileg pæling? Guð, alheimsins, skapari heimins og jarðar, sem viðheldur sköpuninni, elskar þig. Og hugsanlega þá ertu í í dag og kannski þú alveg bara þegar ég var að tala kannski þú þessu ég guðfræðinörd og eitthvað svona og þú kannski að hugsa, ok, ég ekkert eins og þú kunni. Ég ekki eins og að pæla í þessu. Ég hugsa hluti sem að ég myndi örugglega aldrei segja neinum frá í kirkjunni út að ég vissum að þau myndi aldrei vilja sjá mig aftur í kirkjunni. Mögulega þú einhver sem hefur bara lifað hingað til sem þinn eigin Guð, sem þinn eigin herra. Frekar en að leggja trúðina og trausta á henni eina sanna Guð, þá þú sá sem ákvaðst hvað þitt líf ætti að snúast Þú sagðir hvað gott og hvað slæmt. Þú sagðir hvað rétt og hvað rangt. Og þú ætlaðir ekki að svara fyrir neinum öðrum nema þér. Mögulega þú hér í dag að horfa á þetta vídeo. Mögulega út af því að þú ert að átta því á því að allt það sem þú hélst að myndi gefa þér frið, gefa þér hamingju, gefa þér varanlega gleði hefur hingað til ekki dugað, hefur ekki verið nóg. Kannski ertu að leita ykkur meira, loksins, og það getur mögulega verið náð Guðs. Skilur þú þegar þú horfir á sjálfa þig, þegar þú horfir á hvernig lífið þú ert búin að lifa hingað til, þegar þú sér alla þína synd, alla þína spurningar, efasemdir, Guð elskar þig raunverulega. Mögulega ertu kannski kristinn einstaklingur að horfa á þetta vídeo og mögulega ertu kristinn einstaklingur sem ert að horfa á seinustu vikur í þínu lífi og þú ert að pæla af hverju ennþá að ströggla við þessa hluti, af hverju næ ég ekki að díla við þessa synd í mínu lífi, af hverju ekki búin að útskrifast, af hverju ekki komin í annars konar vandamál, allir aðrir eru ná framförum og hér ég bara spóla í drullunni. Kannski ertu að ströggla við bara að vera áhugalaus í trúnni, einbeitingarlaus, þreytt. Guð elskar þig. Guð raunverulega elskar þig.
fyrir alla guðfræðinörduna, fyrir alla kristnu einstaklingana ströggla í trúnni, fyrir alla þá sem hafa ekki einu sinni komið til trúar. Jesús dó fyrir syndinar. Jesús dó fyrir strögglið þitt. Jesús dó fyrir klúðurinn þín. Jesús dó til þess að greiða þá skuld sem þú finnur fyrir sektarkennd fyrir. Fyrir þig sem kannski ert ekki búin að gerast kristinn, reikningin segir í Jóhannesarguðspjalli í 3:16 segir: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hann elskaði heiminn, þar er þú þar inni. Fattar þú að þú ert elskaður af Guði, þú ert elskuð af Guði? Og hér er málið. Ég gæti gert predikun fullt af hlutum sem þú átt að breyta í þínu lífi. En vandamálið við að gera þannig predikun er að það væri eins og ég var að segja fullt af tunglum að fara núna að framleiða ljós. Tungl geta ekki framleitt ljós í sjálfum sér. Það myndi aldrei gerast. Þú verður fyrst að sjá ljós, gleði fregnanna, það er að segja Jesú og hvað hann hefur gert fyrir þig og hvernig Guð elskar þig. Ef þið langar að endurspegla þetta ljós til annara, þá verður það upprunalega að vera til staðar. Þú getur ekki sagt, ég ætla að fara í hegðunarbreytingu, ég ætla að elska fólk endalaust og ég ætla að endurspegla þessu ljósi sem ég hef raunverulega aldrei skilið og aldrei fengið. Þú verður fyrst að átta þig á þessum raunveruleika, og ef þessi raunveruleiki er ekki til staðar, þá er ekkert annað til staðar. Og kannski ert þú að horfa og þú ert að horfa á Guð og þú trúir á Guð og þið langar að fylgja Guði, en á sama tíma þá ertu fullur á ótta því að þú hugsar aftur og aftur og aftur þegar þú lifið þínu lífi: men hvernig á þetta raunverulega eftir að vera þegar Guð sér þetta? Á ég raunverulega eftir að komast inn, er ég raunverulega nógu góður? Kannski ertu búin að hugsa það þrátt fyrir að þú vitir Guðfræðilega, þú ekki verið að spyrja svona spurninga. Ertu hræddur að Guð muni dæma þig, muni hegna þér, muni refsa þér fyrir allt sem þú hefur gert? Ef þú byrjar á að vita það að Guð er ekki bara kærleiksríkur, heldur er Guð kærleikur og þú ert hans barn, þá ætti þessi ótti sem þú díla við að byrja að fara. Og svo sannarlega, þú veist, ef við pælum í mun Guð faðirinn aga börnin sín, svo sannarlega. En ægi Guðs varir stundasakir og er ekki þannig að hann leyfi til bara eilíðrar hegningar og eilíðrar að við séum döpur að eilífu, heldur er það tímabundin ægi sem leiðir til okkar góðs. En einn daginn, einn undursamlegan dag, þá hefur við eftir að standa frammi fyrir Guði og við höfum eftir að sjá frelsar okkar auglítis til auglítis, og við höfum eftir að sjá þær hendur frelsar okkar sem dóu fyrir okkur, sem voru gegnum stungar fyrir okkur, og þær hendur munu þerra á okkar tár. Einn daginn þá verður syndin sem þjakar oss sem þjakar oss með ákvæðum sínum, sem skuldabréfið, þá sjáum við hvernig skuldabréfið hefur verið afgreitt af Jesú Kristi sjálfum. En ef þú óttast eilífa hegningu Guðs, eilífan dóm Guðs, þá verður þú fyrst og fremst að átta þig á því að það sem Jesús er að gera á krossinum er að taka á sig eilífa refsingu okkar. Hann er að taka á sig okkar skuld og greiðana. Hann er að taka á sig okkar óhreinleika og hreinsa okkur með blóði sinu og kaupa frelsi okkar með blóði sinu. Ef þú tekur á móti þessu, þá ert þú hans barn og þú þarft að dvelja á dýpt ástar hans gagnvart þér. En málið er, þetta er sem er erfitt fyrir Íslendinga til dæmis, er að það eina sem þú getur gert er að taka á móti þessu. Það er ekkert sem þú getur gert þess að vinna þér inn fyrir þessu. Það er ekkert sem þú getur gert þess að eiga þetta skilið. Þú verður einfaldlega rétt út hendur og segja: Jesús, ég tek við þeirri gjöf að þú hefur dáið í minn stað. Það eru þar gleði fregnir sem verða að vera til staðar. Ef við ætlum að vera svo tunglið að endurspegla þennan kærleik til annara, þá verður það að vera grundvöllurinn sem er til staðar. En Jóhannes, hann er ekki bara að tala um kærleika Guðs í dag, heldur líka hvernig við bregðumst við kærleika Guðs.
Og það sem margir gera er að þegar þeir heyra kærleika Guðs og þeir byrja að pæla í kærleika Guðs, að þá eru það margir sem segja eitthvað svona, hvernig geti Guð elskað eitthvað eins og mig? Gunni, þú getur talað þetta hugmyndafræðilega, hvað Guð elskar mig mikið og allt það, en þú veist ekki hver ég er, þú veist ekki hvað ég hef gert, þú veist ekki hvernig ég hugsa. Ef að Guð veit allt sem ég hef gert, allt sem ég hugsa, að þá myndi hann aldrei geta elska mannesku eins og mig. Og það eru tveir held ég hugsunarhættir sem liggja á bakvið þessa pælingu sem er langar að hann að draga upp í yfirborðið. Númer 1, ef þú hugsar svona, ef þú hugsar Guð, Gunni, talaði endalaust elsku Guðs en Guð geti aldrei elska eitthvað eins og mig. Númer 1, þá er líklegast á bakvið þessa hugsun skurðgoðadýrkun. Og áður en þú byrjar að segja, Gunni, æðislegt, mér leiði hérna hræðilega áður en ég byrja að horfa á þetta myndband og nú ertu búin að segja að ég sé líka skurðgoðadýrkandi, að þá langar mig að útskýra eins hvað ég á við. Það sem er bakvið þennan efa að Guð elski þig er líklegast það að þú sért að finna einkenni þitt og gildi þitt og verðmæti þitt í einhverju sem er fyrir utan þig. Það er að segja, það eru margir til dæmis sem að finna gildi sitt og verðmæti sitt í ytri fegurð, í fjárhagslegri velgengni, í kannski menntun eða stöðu sem þeir sinna í þjóðfélaginu eða vinnunni, eða mögulega er það samanburður við aðra sem er að gefa þér gildi og velgengni eða gildi og gleði í lífinu. Kannski er það afkasta geta þín, hvað þú getur gert mikið og hvað þú getur þjónað mörgum eða hvað sem það er. Það eru ótrúlega margir hlutir sem fólk lætur sem hástól í sínu lífi því miður. Og það er nákvæmlega þessi skurðgoðadýrkun er. Það er ekkert endilega að setja, vera með eitthvað bókstaflegt líkneski, heldur þegar þú tekur eitthvað slæmt eða gott og þú lætur það á hásæti lífstíns það sem aðeins Guð á að vera. Og vandamálið við þessa pælingar, ef þú ert þannig einstaklingur úti sem finnur gildið þitt í ytri fegurð eða hvað sem það er, einhver tíman munur hrukkunar vinna. Ef þú finnir gildið þitt í peningum, einhver tíman mun þú deyja og einhver annar fær peninguna hana. Þetta er ekkert varanlegt og svo sannlega ef þú leitar að fara alltaf meira og meira og eiga alltaf meira og meira og vera fallegri og fallegri, þú veist á endanum þá áttar það á því að þetta, þú heldur alltaf að gleðin sé handan við hornið en hún kemur aldrei. Og vandamáli líka er þetta, ef þú ert kristinn einstaklegur, þá á gildi þitt einfaldlega að vera í því að þú ert skapaður og sköpuð í ímynd Guðs til þess að bera hans mynd. Þar er gildið þitt og það er enginn sem getur tekið það frá þér, það er enginn sem getur breytt í, það er enginn sem getur minkað gildið þitt eða hækkað það. Það að þú sért andandi mannvera, sköpuð þess að endurspegla Guð, gefur þér gildi. Það er enginn staða, það er enginn ytri fegur, það er ekkert annað sem þú getur gert þess að bæta við gildið þitt, þar er gildið þitt. Og þess vegna held ég þegar að margir segja Guð geti aldrei elskað mannesku eins og mig, þá ertu mögulega að bera þig við eitthvað ytri fegurð, velgengni fjárhagslega eða eitthvað svoleiðis. En málið er að þú ert skapaður og sköpuð í ímynd Guðs. Þess vegna getum við sagt við eins ás barn sem að, þú veist, ég á 10 mánaða dóttur okkur núna, hún er ekki að borga leguna. Hún er ekki búin að standa sér rosalega vel í skóla eða neitt, hún kann ekki að lesa, hún bara kúkar í buxunar og lætur mig skýtum blei á sér. Veist, það er mjög mikið sem ég þarf að gera fyrir hana og hún er ennþá ekki búin að gera rosalega mikið heimilisverk eða neitt svoleiðis. En ég get svo sannarlega sagt við þessa 10 mánaða dóttur minna að hún ber gildi í því einu, hún er sköpuð í ímynd Guðs. Og ef þú ert þannig úti og segir Guð geti aldrei elskað mannesku eins og mig, þá bið ég þig að byrja að hugsa guðlega hver þú ert. Þú ert skapaður og sköpuð í ímynd Guðs. Pældi þessu, ok, ef þú ert þannig úti og þú ert kannski mögulega manneskja sem að leggur svolítið upp á ytri fegurð. Til dæmis, ef ég spyr þig, er Jesús Kristur mikilvæg manneskja? Var Jesús Kristur, þegar hann labbaði á jörðinni, bar hann mikið gildi? Svo sannlega. Hann hefur umturnað heiminu, jável þú ert ekki kristinn, þá getur við sagt að hann bar mjög mikið gildi. Hann hefur skilið eftir ummerkjum að hann hafi verið hérna, hann ber ótrúlega mikið gildi. En málið er, þess að Jesaja í 53 í versi 2, þá talar að það var ekkert mikið að sjá þegar fólk horfði á Jesú, það var ekkert fagurt við hann sem gerði það verkum að fólk dróst að honum. Samt játu við það að hann sé svo sannarlega með mikið gildi.
En það sem gerist við skurðgoðadýrkun, þá tökum við annarkvort slæma hluti og við látum það hásetja Guðs, eða við tökum jáfnvel góða hluti, eins og börn eða maka. Ef þú segir, hann fullkomnar mig, hún fullkomnar mig, hvað ertu búin að gera? Þú er búin að láta maka þinn að hásetja lífstíns. Hann eða hún orðinn tilgangur þinn og það sem veitir gleði og það sem veitir, gildi í lífinu. En það á ekki að vera svoleiðis. Þannig að ef þú ert þannig úti og spyrja hvernig getur Guð elska einhvern eins og mig, pældu í því, hvar ertu að finna gildið þitt? Og í öðru lagi þá er það kannski efasemd sem á bak við þessa pælingu. Og ég veit ekki alveg hvort að efasemd sé besta orðið, en sem ég er að reyna að segja þetta. Þegar þú segir hvernig getur Guð elska einhvern eins og mig, þá er það þú sem er miðpunkturinn í þessari spurningu en ekki Guð. Það sem þú ert raunverulega að segja er ég nógu elskulegur eða elskuleg, má orða það þannig, í staðin fyrir að spyrja er Guð nógu elskandi eða elskandi, er hann nógu góður til að elska mig, þá ert þú að spyrja er ég nógu góður til að öðlast hans ást. Og það sem þarf að gerast þarna, ef þú ert að díla við þetta, þú ert að pæla meira í hver hann er frekar en hver þú ert. Og ef þú langar að svara við þessari spurningu, er hann elskandi Guð, þá getum við sagt ekki bara að hann sé elskandi, hann er kærleikur, hann er elskand sjálf og hann er aldrei búin að uppfylla kvótan sinn af ást, hann er alltaf með nóg. En það sem aðrir gera er þegar þeir heyra kærleika Guðs, er að þeir bregðast við með ilsku. Og það er bara hreint út sagt, kannski besta leiðin til að segja, ilska. Þeir hugsa kannski, Guð elskar mig, ok, þá get ég loksins gert það sem að mig langar að gera. Það er að segja, ég ætla að notfæra mér að hann elski mig og ég ætla ekki að elska hann á móti. Og manstu í textunum því ég talaði áðan þegar ég talaði að þetta væri 2 fyrir 1 díl, það er Guð í mér og ég í Guði, þetta er það sem margir vilja. Þeir vilja vera í Guði en þeir vilja ekki Guð sé í sér. Ég vil fá fyrirgefninguna en ég vil ekki fá eftirfylgnina að fylgja honum hvert sem að hann ber mig. Og þannig hefur fólk sem að tekur við kærleika Guðs og heldur að það sé að taka við kærleika Guðs eða skilja hann rétt og það ætlar að notfæra sér hann. Það ætlar að leika með Guð. En þú getur ekki sagt, heyrðu, ég ætla að dvelja í Guði en ég ætla að afneita þessu Guð að dvelja í mér. Þetta er 2 fyrir 1. Og ef þú ert að horfa á þetta myndband í dag og þú ert að hugsa Guð elskar mig, þá getur loksins farið að gera það sem ég vil, þá vil ég vara þig alvarlega við og þú ert á mjög hættulegum stað. Ef þú heldur að þú getur notað Guð sem peð í þínum leik, þá ertu algjörlega að miskilja þetta. Rétt eins og ef einhver maki myndi koma upp að þér og segja hann eða hún elskar mig, það er að segja makinn minn elskar mig, svo núna get ég gert það sem ég vil, þá veistu strax að er verið að ræða samband sem er algjörlega slæmt samband. Þessi einstaklingur er ekki góður fyrir þetta hjónaband. Þú myndir væntanlega hugsa þetta er viðbjóðslegur hugsunarháttur ef einhver hugsar svona hjónabandi sitt. En þú hugsar svona Guð. Og ef þú hugsar svona Guð, þá hefur ekki játað Jesú sem son Guðs. Þú veist mögulega að, þessi setning er sönn, en þú ert ekki búin að lifa samkvæmt því, þú ert ekki búin að játa það, þú ert ekki búin að gefa þig undir hans vald sem sonur Guðs. Og þú mögulega ert að upplifa falskt öryggi, haldandi það að þú sért að upplifa kærleika Guðs, en þú ert á leið sem leiðir þig til eilífrar glötunar. Og hér er það sem er stundum hræðilegt við dóm Guðs. Þegar við hugsa dóm Guðs, þá eru margir sem hugsa bara eld og eyðileggingu og dauða, að Guð kemur í reiði, en eitt af því sem hræðir mig hvað mest er dómur Guðs sem er að finna í Rómarbréfinu, 1. kafla. Og þar segir í versi 24 og 25, þess vegna hefur Guð ofurselt þá fýsnum hjartna sinna til saurlifnaðar, til þess að þeir svífurtu líkama sína hver með öðrum, þeir hafa skipt á sannleika Guðs og lyginni og göfgað og dýrkað hið skapaða í stað skaparans, hans sem er blessaður að eilífu. Amen. Þannig að segja, stundum er dómur Guðs einfaldlega þannig að hann leyfi þér að ganga þá leið sem leiði til eilífrar glötunar. Og ef þú ert hér inni, þú ert að horfa á þetta myndband og þú ert að halda það að þú sért að spila leiki með Guð og kærleika hans, þá hef ég áhyggjur á sálinni.
og ég bið fyrir þér að Guð í sinni náð stöðvi þig á þessari leið þannig að þú fáir raunverulega að upplifa hver kærleikur Guðs er og ef þú fær raunverulega að upplifa hver kærleikur Guðs er þá mun að skapa í þér þá þrá að elska hann. Og ef þú hefur áhyggjur á því að þetta gæti verið þú þá myndi ég elska að fá að tala við. Þú getur sendt skilaboð á Lost One Baptistakirkja á Facebook eða sendt mér e-mail á gunnar@lostone.is. Ég var geðveikt til að hitta þig. En í seinustu 2 flokkunum þá eru þar fólk sem að bregst við kærleika Guðs á 2 mismunandi vegu og ég kalli þetta höndin og köttin. Byrjum á kettin. Kötturinn hann bregst við kærleika Guðs með stolti. Þannig að hann segir Guð elskar mig. Auðvitað elskar Guð mig. Hvað er ekki að elska? Ég er yndislegur og ég er það góður að menn svo Guð elskar mig. Guð er aðtáðandi minn. Og þetta er svona sirka hvernig kettir horfa á mannfólk, ekki satt? Þessi manneskja vinnur allan daginn til þess að borga húsið mitt, til þess að borga matinn minn, klappar mér þegar ég segi manneskjuna að koma henn að klappa mér. Vá hvað ég er awesome. Á hinn bóginn þá ertu með hundinn og hann bregst við kærleika Guðs bara agndofa og bara með þakklæti og með kærleika og þú getur mögulega giskað á hvort þegar ég sé katta eða hundakall út frá þessu, en þeir bregðast við kærleika Guðs með því að heyra Guð elskar mig. Vá, hversu magnaður er Guð. Hundurinn, hann sér manneskuna að vera að strita fyrir pening til þess að borga þeirri heimili og mat og klappa þeim og þeir hugsa bara, vá, hvað er geðveik manneskja, skilur við. Hvernig bregst þú kærleika Guðs? Bregstu með efasemdum? Hvernig getur Guð elskað eitthvað eins og mig? Er miðpunkturinn þú en ekki hann? Bregstu með því að hugsa að þú getur komist upp með allt núna? Með ilsku? Eða bregstu við kærleika Guðs með stolti? Auðvitað elskar Guð mig. Hvað er ekki að elska? En það eina rétta leiðin til þess að bregðast við kærleika Guðs er að bregðast við með því að vera agndofa og í þakklæti. Og það er bara þegar þú hefur verið agndofa yfir kærleika Guðs þar sem þú byrjar að upplifa það að fullkomin ást, hún rekur út allan ótta. Þegar þú stendur fyrir framan dómstól Guðs þá þarftu ekki að óttast, ekki út af því að þú ert svo geðveikt næs, ekki út af þínu ágæti, heldur hans ágæti og hann er með þér. Það er það sem hann hefur sagt og það er eitt af því sem að fylgir því að horfa rétt á kærleika Guðs, ekki bara að upplifa kærleika Guðs sem er geðveikt, heldur líka að vita af kærleika Guðs, jafnvel þegar þú upplifir ekki neitt, þegar þú ert í dölum lífsins, þú ert að gangi gerum erfiðleika, þá er þetta eina stærstu gjöfunum í kristna lífinu er að vita einfallega að þú ert elskaður og elskuð af Guði. En ef við mætum þessum kærleika Guðs, þá er það í raunverulega Jóhannes sem er að segja við okkur í dag, það er ein rétt leið til þess að bregðast við þessum kærleika og það er að elska Guð. Og þetta er það sem gerir kristna trú svo frábrugðna öllum öðrum trúabröðum og mismundi lífsviðhorfum. Önnur trúabröð heimta mögulega að þú verið undirgefin, lífsviðhorf heimta mögulega að þú verið sammála ákveðnum hugmyndum eða kenningum, en kristna lífið snýst svo miklu meira heldur bara undirgefni eða segja já við réttum kenningum eða hugmyndum, heldur snýst það hvað og hvern þú elskar. Þess vegna getur þú ekki, og það eru margir sem tala þetta í Íslandi, þau hætti að tróða þinni trú yfir á annað fólk. Málið er að ég get ekki tróðið minni trú yfir á annað fólk. Ég get ekki neitt annað fólk til þess að gerast kristið. Það sem þarf að gerast þegar einhver gerist kristinn er að sú manneskja þarf að elska Jesú. Og ég get ekki neitt í að elska Jesú, rétt eins og ég get ekki neitt þig til þess að elska mig eða Jón út í bæ. Það er ekki hægt að neyða neitt til þess að elska neitt. Það þarf að vera til staðar í kristni trú. Þetta er ekki bara undirgefni, þetta er ekki bara að segja já við réttum hugmyndum eða kenningum, heldur það að elska Guð. Þannig að þú getur endurtekið einhverja bæn og haldið á sér kristinn út af því.
Þú getur talið upp eða þulið upp einhverja trúajátningu og haldið þú sér kristinn út af því. Þú getur mætt á kirkjusamkomur jafnvel og haldið þú sér kristinn út af því. Þú getur tekið skýrn og haldið þú sér kristinn út af því. En það sem gerir þig kristinn að þú elskir Jesú Krist. Ef þú elskar ekki Guð, þá ertu ekki barn Guðs. Rétt eins og þú getur ekki haft eld án þess að hafa líka hita, þá getur þú ekki kalla kristinn einstakling kristinn nema að sá einstaklingur elski Guð. En til að elska Guð, og þetta að treki við þetta, þá verður þú einfallega að nálgast Guð. Og þegar við upprunalega nálgumst Guð, þá það ekki endilega út af því að við elskum hann, heldur einfallega út af því að við erum syndarar í þörf. Þú nálgast Guð sem syndari í þörf og frelsara. Eða Jóhannes reyndar segir þetta okkur öfulegt. Þú leyfir Guð að nálgast þig og hann hefur gert það í Jesú Kristi. Og þegar þú upplifir kærleik Guðs gagnvart þér, þegar þú upplifir fyrirgefningu hans gagnvart syndum þínum og kærleika í frelsarnum Jesú, þá upplifir þú ávöxtinn af þessari trú sem að þú byrjar að elska hann og tilbiðja hann. Ef hann dó fyrir mig, af hverju ætti ég ekki að lifa fyrir hann? Og hér byrjar trúin að opinberast í lífi henni. Þessi kærleikur leiðir út í umbreytt hjarta, umbreytt líf, umbreytta hugsun og það hjartans breytingin sem leiðir að hegðunarbreytingu. Það ekki öfugt. Ef þú byrjar á hegðunarbreytingu, að þá vandamálið, rót vandamálið alltaf til staðar sem hjartað þitt. Því þegar þú elskar Jesú, og þetta það sem ég byrja að taka eftir, þá byrjar að hata syndina sem sendi Jesú á krossinn. Þegar þú elskar Jesú, hvernig get ég verið að segja, ég elska Jesú en ég ætla samt að daðra við þá synd sem hann dó fyrir og var niðurlagði fyrir. Þú getur flett í gegnum mannkyns söguna. Alls konar sögubækur alls konar einstaklingar frá mismundi stéttum í lífinu, frá mismundi heimshornum og þú getur farið að þessum sögulegu personum og þú getur spurt að spurningu. Þú segir, elskar þú Jesú? Og í mannkynssögunni þá getur þú hitt fullt af konungum og drottningum sem munu segja já við þessari spurningu, við elskuðum Jesú. Svo getur þú farið og hitt bónda og smiði og verkamenn og þeir munu líka koma fram úr mannkynssögunum og segja já við elskum Jesú. Þú getur farið yfir sakfræðileg rit Rómaborgar til dæmis og lesið þar sem fólk var brennt lifandi fyrir það eitt að elska Jesú og þú getur lesið píslavottana sem dóu fyrir sakið þess að trúa því sem við trúum í dag og þeir voru jætnir lifandi og gert grínaðum á meðan það var drepið á og þú getur spurt þá spurningu, elskir þið Jesú? Og þeir munu líka segja já. En spurningin sem að ég var að pæla í þegar ég var að lesa þennan texta, þegar ég var að pæla í að Guð elskar okkur og hvert okkar, hvernig við bregðumst við þessari ást, hvað mun fólk segja eftir 200 ár á Íslandi hinna kristnu? Hvað það sem fólk mun segja í kringum 2000? Kringum árið 2000, hvað mun fólk segja kristna fólki sem lifði þá? Var það augljóst í okkar tali, í okkar skrifum, í okkar hegðun, í okkar hugsun, í okkar gjörðum að við elskum Guð? Munum við segja með öllum öðrum í mannkynssögunni frá mismundi stéttum og mismundi heimshornum, við elskum Jesú líka? Og það það sem ef ég fengi að velja eitt fyrir ykkur, þá það eitt að þið verið guðlega manneski sem elski Guð. Ég held að það sé bara mest hamingjan sem við getum upplifað. Fyrsta Jóhannesarbréf, við erum í fyrsta Jóhannesarbréf okkur núna, í fyrsta kafla held ég versi 3, þá að segja hann að skrifa allt þetta bréf svo að gleði okkar verið fullkomin. Pældi því. Jóhannes ekki að skrifa þetta svo að þú eru geðið ömulugur að pæla alltaf í syndinu og reyna að umbreyta þér okkur svona. Nei, hann að segja hér gleðin að þú sért elskaður af Guði og þú elskir Guð og þú leitist eftir því að elska eins og Guð. Og mér langar að hvetja þig, ef þú ert hann úti og þeir langar að segja, mér langar að elska Jesú betur en ég veit ekki alveg hvernig, að þá þessi orð frá Charles Spurgeon sem eina uppáhaldspredikurum minnum fyrir 200 árum, sem bara yndislegur geðugur predikari. En hann sagði þessi orð og mér langar að deila það með ykkur. Muni nú
að við getum aldrei neitt okkur til að elska Krist meira með því að refsa okkur fyrir að elska hann ekki meira. Við elskum hann meira með því að þekkja hann meira. Ef þú vilt elska Krist meira, hugsaðu meira hann og hugsaðu það sem hann hefur gert fyrir þig og það sem hann hefur gefið þér. Og nú þegar við dveljum á hvað Jesús hefur gert, hvernig Guð hefur elskað okkur, að þá hugsa ég ég held að þessi Jóhannesarguðspjalli í 21. kafla, að þá er það 3 sinnum þar sem að Jesús kemur upp á Pétri eftir upprisun sína, sem er áhugavert. Hann spyr 3 sinnum, elskar mig? Þetta því munið Pétur afneitaði Jesú 3 sinnum áður en hann var krossfestur. Nú er upprisun búin að eiga sér stað og hann er að tala við Pétur og hann segir 3 sinnum, elskar mig? Og 3 sinnum þá svarar Pétur, já, drottinn, ég elska þig. Og það sem að Jesús segir að gera þegar hann segir, ég elska þig, er að segja, gæt lamba minna. Hann segir, gæt lamba minna, ver hirðir sauða minna. Hann segir þetta 3 mismundi vegu, en hugmyndin er svo sama. Sjáðu mín lömb. Ef þú vilt elska mig, elskaðu fólkið mitt. Og það er nákvæmlega það sem við sjáum hér í endanum á 4. kafla í 1. Jóhannesarbréfi, í versum 19-21, þegar hann segir, við elskum því að hann elskaði okkur að fyrrabragði. Ef einhver segir, ég elska Guð og hatar bróður sinn, sá er lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn, sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn. Ef þú vilt elska Guð sem þú getur ekki séð, elskaðu fólkið hans sem þú getur séð okkur núna. Og ef þú ætlar þér að endurspegla ást Guðs til annara, þá þarft þú eins og tunglið fyrst og fremst að setja þig í þá stöðu að þú getur tekið við hans ást áður en þú fer að endurspegla hana til annara. Og í seinustu viku þá vorum við að pæla rosalega mikið í að hvetja okkur áfram í að horfa í kringum okkur og elska aðra. Og ég vil svo sannlega halda áfram að við gerum það, að við þjónum hvort öðru. Það eru margir sem að hugsa kirkjur rosalega eins og kunni að labba inn í verslun. Hvað getur þú gert fyrir mig? Það eru margir sem leitast í kirkjur. Hvernig er unglingastarfið, hvernig er lofgjörðateymið, hvernig er predikarinn, hvernig er allt þetta. Og það er allt gott og fínt svona upp á þessu leiti. Ég er ekki að hvetja þess að fara í einhverju kirkju sem bara gefur ekkert neitt og þú er bara þjáning á hverjum sunnudegi eða eitthvað leis. En það eru mjög fáir sem að ganga inn í kirkjur og kirkjan er náttúrulega samfélag trúara, ekki bygging. En því miður lítið það að fólk labbar inn í kirkjur og spyr, hvað get ég gert til þess að þjóna þeim? Og þegar við pælum í hvernig Guði elskar okkur og við erum ennþá með hugmyndina í textunum í seinustu viku að við eigum að elska aðra, þá langar mig að hvetja þig til að hugsa, hvað getur þú gert til þess að endurspegla þessa ást Guðs? En í þessari viku, hvað þá helst, þá var ég til að skora á þig að pæla í hvað þú ert elskaður og elskuð af Guði. Út af því eins og tunglið, þá þarftu fyrst að taka við því að hann endurspegla það til annara. Og mér langar að bara skilja eftir 3 spurningar með þér. Þannig að þú ferð inn í þessa viku, bara pæla í þessu. Ert þú til í að taka þessum áskorunum? Ert þú til í að fyrst og fremst pæla í hvernig þú bregst við kærleika Guðs? Bregstu með ilsku? Það er að segja, hvað kemst ég upp með? Eða bregstu við með stolti, eins og kötturinn? Auðvitað elskar Guð mig? Bregstu við með efasemd? Hvernig getur Guð elskað einhvern eins og mig? Eða ertu að bregðast við kærleika Guðs með því að lofa hann fyrir það sem hann hefur gert? Og svo eru seinustu 2 áskorunar þetta. Tekur þú þeirri áskorun að dvelja á því þessa vikuna hvernig Guð elskar þig? Að lesa hvernig Guð elskar þig, að biðja og lofa Guð fyrir það að hann elskar þig. Og leyfa því að taka við því áður en þú byrjar að endurspegla það til annara. Og í seinasta lagi þá langar mig að segja þetta, tekur þú þeirri áskorun að tala við aðra í kringum þig, að lifa í samfélagi trúaðra hvernig þú kannski miskilur kærleika Guðs til þín og hvað þú strögglar við og hvað það er sem þú ert að breyta í hugsuninni eða í hegðuninni til þess að muna eftir hvernig Guð raunverulega elskar þig. Þannig ég hvet ykkur þegar farið inn í þessa viku, lifum Guð til dýrar, leitumst eftir því að vera notuð sem verkfæri í hans hendi og mér langar að biðja fyrir okkur. Faðir, ég biðja Drottinn bara þegar við förum inn í þessa viku
að varvita okkur frá öllu illu, að þú opnir augu okkar fyrir öllu því sem þú ert að gera í kringum okkur, svo við getum verið hluttakendur í því sem þú ert að gera. Og ég bið Drottinn að þessi vess sem við erum að dvelja á í dag og kærleikur þinn til okkar megi umbreyta hugsun okkar, umbreyta hjarta okkar, styrkja hendur okkar þannig að við getum farið út og þjóna þér og lofa þig og elska þig. Við þökkum þér fyrir þennan dag, við þökkum þér fyrir vikuna sem er að koma og við biðjum Drottinn, viltu nota okkur sem verkfæri þinni hendi, viltu gefa okkur augu sem sjá og eyru sem heyra hvað þú ert að gera í kringum okkur. Í Jesú nafni, amen. Heiður og ánægja fyrir að vera með ykkur í dag. Guð bless ykkur og varveit ykkur og vera með ykkur.